Komið sæl og velkomin í Kaldapottinn þessa vikuna. Gestur minn í dag, Gylfi Þór Þorsteinsson. Velkomin. Takk fyrir. Háttvirtur. Takk fyrir. Fenn nú ekki oft í Kaldapottinn en gera stundum ef mér illt í bakinu. Ertu ekki með hreðjar í Kaldapottinn? Nei, ekki beint. En sko, var reyndar, ætlaði ekki verið í sumar fyrir ekki síðast sumar og þá fékk ég svolítið í bakið, var í útilegu. Og fór þá með í kalda pottinn hérna fyrir aftan okkur. Launin hérna fyrir aftan okkur. Bara í sveitin okkar? Já. Og var það sko uppalega í 5 sekúndur, svo 10, 30 og ég held ég alveg ná 2 mínútum sko þegar upp var staðið. Ok. Ég kalla það gott sko. Mjög gott. Sástu breytingar á bakinu? Já, miklar. Ég gat allavega, sko, ég fór upp réttur út, en ég kom boginn inn, sko. Komst boginn inn? Já. Já, ég voru kannski að fyrir það mitti. En fyrir það mitti, já, nei, þú veist, þar sást ekki neitt, sko. Sást ekki neitt. Það er ekki svo fóstbræðrabrandarinn með kartöfluna í sundskýlunni. En það er önnur saga. Jesúlaði, segirðu. Já. Já. Þetta er einvörðungu fengið til þess að maður klúður ekki þættinum. Taka Jesú í hjartað. Maður getur aldrei verið of viss, Gylfi. Ok, þú ert þar. Já, alveg eins. Okay. Veist bara svo mikið rock í þessu. Fer vel við skóna og svo. Já, þetta fer mjög vel við skóna. Hessigur. En yfir í allt annað. Gylfi, gaman að sjá þig, velkomin. Takk fyrir. Þú ert borgarbarn í grunninn. Já, ég er það. Ég var ættleiddur reyndar á norðan. Nú. En fæðist í Reykjavík. Og er þar upp manninn alla mína tíð, hingað til allavega, helst upp í Fossvogi. Já. Þannig að ég er úr Fossvoginum, held með Víking að sjálfsögðu. Já, mér finnst þetta það. Nei, það er það er búið að vera mjög þroskandi að halda með Víking. Við áttum góða spretti þegar ég var yngri. Já, og í liðinu. Já, og svo náttúrulega vorum við góðir í handboltanum. Síðan urðum við bara mjög lélegir í mörg ár og fjöllum og allt þetta og þetta byggir upp karakter sko. Að geta tekið ósigrinum og já, því að sko til þess að kunna sigra þá þarftu að læra að tapa. Er það? Já, það er það. Er ekki annað sæti bara loser sæti? Jú, það er það. Það er bara nákvæmlega hannig. En aftur það er númer 1 sko. Vissur alla tíð þú varst ættleiddur eða kemur það upp seinna? Nei, ég vissi það alla tíð sko. Foreldrar mínir sem ættleiða mig þau lögðu mikið upp úr því að ég vissi það alla tíð að ég væri ættleiddur. Og átti þar af leiðandi 2 mömmur rauninni því að ég kynntist blóðmóður minni bara mjög snemma. Blóðföður mínum kynntist ég reyndar aldrei. En ef við vorum að fara til Akureyrar og þá var hún heimsótt og ef hún kom í bæinn og þá leit hún við hjá okkur og þetta var bara eðlilegasti hlutur fyrir mér að eiga 2 mömmur. Það að aðrir ætti ekki 2 mömmur, það var skrítið sko. Já, það var norm fyrir þér. Já. Og hvað, þú ert þarna í skólanum, hvað sem hann heitir þarna? Ég er í Fossvogsskóla og Réttó og fer svo þaðan í MS. Og fór nú kannski eiginlega bara í MS vegna þess að vinir mínir voru að fara á þetta. Hafði engar ambisjónir sko fyrir því til að fara eitthvað áfram í skóla. Ég vissi ekkert hvað mér langaði almennilega að verða. En fljótlega fer ég nú svona að hugsa það þegar ég komin í Menntaskólann í Sund. Gekk nú ekkert voðalega vel fyrsta árið þannig ég hætti jólin á fyrsta ári. Bara var í rauninni með allt niður mig. Og fer þá að vinna hjá múrara í handlangi. Já, ok, kasti í gegn. Já, og gera lögun og allt þetta og læra að drekka svart kaffi og svona. Vera með strákunum. Og síðan fer ég aftur í MS og ákvaða að taka maður nú aðeins á. Og þá fer ég að hafa mikinn áhuga á kvikmyndingar. Okay. Og ætlaði að læra leikstjórn. Og þegar ég klára MS að þá fer ég nú að vinna í félagsmiðstöð í Gráinu. Ég hafði alltaf verið í félagsmiðstöðum svona með annan fótinn
með skólanum, þá aðalega í bústöðum í Fossvoginum. En fer þá að vinna í félagsmiðstöðinni Fjörgin í Gráðunum. Þar kynnumst við nú á einum tímapunkti. En tek mér svo frí þar, launalaust leyfi, þegar ég er búinn að vera þar í einhver 3-4 ár. Og tek þátt í stofnun Viðskiptablaðsins sem enn er að koma út. Vikublað sem viðskiptamál. Sprotadæmi þá? Já, sko, ég dett nú eiginlega bara inn í þetta vegna þess að þeir sem voru að stofna blaði, þeir voru búin að gefa út 1 eða 2 tölblöð og það er nú ekkert gengið sérstaklega vel að selja auglýsingar í þau og þeim vantaði einhvern sem var óhræddur að tala í síma og þá er ég ráðinn í það og ég er búin að vinna þarna í nokkra mánuði en ég vissi hvað dálksentimetri var. En það er nú það sem að blöðin byggjast í rauninni á, starfblaðana. En þetta var ákveðin vendipunktur í mínu lífi því að eftir þetta þá starfaði ég við fjölmiðla bara í 30-40 ár, sko. Dagblöð og vikublöð og útvarp og... En hvernig, svona við förum aðeins tilbaka, hvernig krakki varstu? Hvernig unglingur varstu? Ég var nefnilega, sko... Varstu Baldvin, Gylfi? Já, sko, það má kannski segja það. Ég var mikið einn, sko, að þýleturinn til að foreldrar mín áttu sumarbústað við Gíslholtsvatn og þegar bara snjóa leystilávið og skóli var búinn að þá var farið þangað, mamma og amma og ég var með þeim þar bara allt sumarið, bara einn og þurfti þarlendi bara að dunda mér við það sem að ég gat fundið bara nánast út í náttúrunni, ég var að leika með legg og skel. Það var bara þannig og þú veist og bærinn hinum megin við vatnið Gíslolt, þar bjuggu frændur mínir og ég gat nú farið og þeir eru nú töluvert eldri en ég. En ég gat nú stundum farið þangað, labbað þangað yfir, hálftíma hvað það var og reynt að leika við frændur mína sem að... Tveggja róðskínsko og gangur. Já, líklega. En var annars bara mikið í sumarbústaðnum og svo á veturnar og þá átti ég náttúrulega mína vini og allt það. En þessi sumarbústaðardvöl mín á sumrin og það að vera svona mikið það svona kenndi mann ákveðna þolinmæði. Varstu fullorðinn snemma? Já, má segja það. Ég meina með mömmu og ömmu og maður lærir mikið af ömmum sínum, það er nú bara þannig. Og það sko mjög heilbrigt fyrir mig að upplifa það og læra bara þolinmæði, læra að hafa ofanaf fyrir sjálfum mér og vera sjálfum sér nægur, það var Varstu góður í því? Ég var mjög góður í því, já, sko. Og mamma reyndar sagði ofta að þau höfðu haft ákveðnar áhyggjur af mér lengi vel af því ég grét aldrei sem barn. Ég man eftir því þegar ég var 6 ára var að byrja í skóla þá í Fossvogsskólanum og sit ég við svona eitthvað skilrúm á því var einhver hilla sem að dettur ofan á höfuðið á mér og ég meiddi mig alveg ofboðslega mikið svo ég rétti upp hönd og spurði hvort ég mætti fara á klósettið, fór þá fram og faldi mig í úlpunni til þess að gráta af því að ég bara þekkti ekki þessa tilfinningu að vera að gráta. Þannig það var aldrei sko eitthvað sem hafði séð áður þá? Nei, það bara... Kallmenn gráti ekki? Nei, bara ég veit ekki eiginlega út af hverju þetta var. Ég bara grét ekki, sko. Og ég er alveg laus við það að fara í fílu eða eitthvað slíkt, sko. Þetta geti orðið reiður eins og aðrir, en það gerist sjaldan. Þá sjaldan sem það gerist, þá geti ég alveg orðið óbóðslega reiður, en það bráir fljótt af mér, sko. Já. Þú rótar ekki mann og annan? Nei, ekki margir í einu allavega. En æskuárin voru bara mjög fín, sko. Ég get ekki kvartað við því. Og á góða vini, æskuvini sem að Úr Fossvoginum sem að við fylgist enn að og tóku nú upp á því fyrir að verða kannski alltaf sé ekki að vera svona 8-9 ár síðan að við hittist alltaf fyrsta laugardag í mánuði í brunch milli 11 og 1 og þá er það bara okkar tími þar sem að við sitjum saman og borðum saman morgunverð og spjöllum rifjum upp gamlar hetjusögur á okkur sjálfum sem að verða svona ótrúverðugri því ofta sem við segjum hana en við höfum gaman að þeim. Já. En menntaskólaárin, voru þau bara með hefðbundnu sniði og tókst pásaðinni í múrverk? Já. Ég heyrði
Já, hefðbundið sniði, sko. Ég var ekkert sérstaklega góður námsmaður. Það verður bara að segja þetta sver. Hvað var málið? Ég bara veit þess að mér fannst námið sem að það var ekki að höfða neitt sérstaklega vel til mín, sko. Ég var á félagsfræðibraut, félagsfræðin fannst mér mjög skemmtileg. Algebra bara alls ekki. Og ég skil ekki, sko, af hverju þessi vandamál eru alltaf að koma upp með starffræðin getur bara ekki leyst þetta sjálf, skilur við. Ég þarf ekkert að hjálpa henni við það. Og það eru til reiknivélar og tölvur sem geta, þú veist, gert þetta. Ég þarf ekki að vita hvar X-ið eða Y-ið, skilur við. Hverjum ekki skýt saman hvað X-ið? Nákvæmlega, sko. En þannig að ég var svona, ég slumpaðist í gegnum menntaskólann og foreldrar mínu voru nú stöðugt að benda mér á það að ég væri nú það vel gefinn að ég þyrfti ekki sko, ég opnaði sjaldnast bækur og oftar en ekki hafði ég ekki einu sinni keypt þær bækur sem ég átti að vera að læra í skólanum. Ég náði öllum prófum. En hvað var það þá? Bara þú heyrði þetta á mannstu? Já, ég heyrði það sem að framfór og mér var alltaf, og kannski lærði ég að þarna, ég veit það ekki, en sko, ég nokkuð góður í því að greina aðalatriði frá öðru. Og staldrátt við það sem skiptir máli og hitti bara farið leið, sko. En í menntaskólanum þá vorum við, ég og Böddi Bergs vinur minn, við vorum hann í skemmtinefndinni og lögðum mikla áherslu á það að það væri skemmtilegt í skólanum. Og þannig að skemmtanalífið var mjög ofarlega á blaði. Og Finnurðu fyrir því að þú ert að sitja á upplýsingum að við vitum, sko, vitandar hvað dætinu sem sitja í salnum? Að þær séu að horfa? Nei. Þær hafa séð okkur böðvar, sko, síðan og vita alveg hvaða menn við höfum að geyma. Já. En við til dæmis náðum að búa til mjög skemmtilegt prógram í skólanum í Böddi og það var þannig, sko, að á 3. og 4. ári þá máttur við velja einhverja valgrein og á 3. ári þá valdi ég kvikmyndafræði því það var það sem að hugurinn stemdi en á 4. ári þá var ekkert spennandi í boði fannst mér eða honum þannig að við fundum upp það prógram að það voru þær reglur að þú máttir skipta valfag svo lengi svo varst bara búin að fara í 1 tíma í valfaginu og þau voru það mörg að við skiptum bara vikulega og þurftum aldrei að fara í þetta valfag fyrir einn daginn að við erum kallaðir upp til rektors og við höfum verið á þeirri skrifstofu nokkrum sinnum og rektor svona dæsir svolítið og segir strákar, ég er búinn að sjá í gegnum þetta plott ykkar nú ætla ég að ákveða hvaða valfag þið farið í og þið munuð útskrifast úr því þannig að ég er stúdent í matreiðslu og heimilisfræði Fyrst svo það koma nákvæmlega, en það var mjög gott og það er bara hlutur sem að ég hafði mjög gott að læra að elda ofan í mig og börnum mér og ég er meistararkokkur og ég segi sjálf frá Það fara sögur að því sko. En þú varst aldrei kokkur fram áður og fékkst þessi Nei, ég hafði ekki soðið pulsur einu sinni sko. Wow. Þarna lærði þetta bara og ég man í fyrsta tímanu sko þegar við komum, valfæði var nú komið eitthvað á stað þegar við erum kynntir inn félagarnir og vorum einu strákarnir í húsmæðradeildinni í menntaskólanum við Sund og stelpunum fannst nú ekki mikið til okkur að koma og ennþá síður þegar Böddi vinur minn ætlaði að við áttum að sjóða fisk í fyrsta tíma eða steikja, ég man ekki hvort var og hann ætlaði að sjá kartöflurnar setur þær í pott og kveikir undir og það er bara brunnið við pottinn því hann setti ekkert vatn þetta var svona sko en í dag allavega er ég bara nokkuð fær í eldhúsinu ég ætla að spjalla við dætiðinu eftir þetta afmarkaða mál en hvað, þú fer þá beint úr menntaskóla inn í eitthvað sem heitir viðskiptablað Já, sko inn í félagsmiðstöðina fyrst og sko byrjaður í útvarpi líka byrjaði á aðalstöðinni Sálugu Já, við vorum aðeins eitthvað
byggur okkur saman þar, ég var með einhverja pistla þar. Já, þú varst með einhverja pistla þarna, og það voru margir sem var komið þar við sögu. Ég meina, Páll Óskar var þarna og Dóra Takur Fúsa og Radíusbræður og Þeir byrja þarna? Þeir byrja þarna og fleiri, sko. Hver var bak við stöðuna? Baldvin Jónsson og bróðir hans, Þormóður. Sem áttu þá FM? Nei, Baldvin kaupir á stöðuna af Óla Laufdal, ef ég man söguna rétt. Og síðan stofnaði Exif, seinna meir. Já. Og rennur þetta allt saman inn í stöð 2 batterið? Já, sko, fyrst rennur þetta nú saman við FM 957 sem Árni Sam var með í sambíórum. Já. Og það verður til fyrirtæki sem heitir Fít Miðill. Síðan það amerískt fyrirtæki sem heitir Saga Communications sem kaupir það. Og ég þarna alltaf með annarri vinnu. Seldur með? Ég alltaf seldur með. Og var nú ekki hárvermið sem var á mér. En þegar Saga Communications eignast þetta, þá ég að vinna á Viðskiptablaðinu og með Morgunútvarpið, fyrst á aðalstöðinu, svo á Gull 909 og síðan á Létt, sem núna Léttbylgjan. Og að vinna á Viðskiptablaðinu á daginn sem auglýsinga og markaðsstjóri. Þegar að Amerikanir kom málið með og spurja hvort að ég sé ekki tilbúin að koma alfarið yfir til þeirra. Þetta svona 1999. Því að þeir höfðu stór plön það að kaupa Bylgjuna og Stöð 2 og vildu fá mig til þess að vera svona ráðgjafi þeirra varðandi íslenskan auglýsingamarkað. Þeir voru með virka og öfluga auglýsingadeild, en vildu svona fá mig til þess að fara meira inn á svona það sem að þeir kölluðu svona meiri stærri fyrirtæki. Ekki kannski einhver verkstæði, dekkjaverkstæði sem voru kannski mikið í auglýsingum í útvarpi þá, heldur svona jafnvel banka og fleira. Og töldu að ég væri kannski lykillinn þar inn í gegnum reynslu mín á Viðskiptablaðinu. En svo kemur nú í ljós að þeir vildu meira fá mig sem svona hálfgerðan ráðgjafa í því að kaupa Bylgjuna og Stöð 2. Og það var operation sem að Amerikanir kallaði Turning Out the Lights, því að þá hét það fyrirtæki Norðurljós. Já. En svo gerist nú eitthvað sem að ég var nú kannski ekki alveg inn í, sem verður til þess að í staðinn fyrir að við kaupum þá og þá snýst dæmi við og þeir kaupa okkur. Og ég fæ símhringingu frá útvarpsstjóranum sem var Amerikani miðja nótt það að nú verði ég að drífa mig niður eftir og eyða öllum tölvupóstum varðandi Turning Out the Lights því að þeir hafi keypt okkur. Já, það þýtti að slökkva á norðurljósum. Já, sem ég og geri og fer svo bara inn í stúdíó og byrja minn morgun þátt þegar Jón Axel Ólafsson og vinur okkar kemur seinna inn daginn því þá var hann orðinn í rauninni útvarpsstjóri yfir þessu öllu. Já, okay. Sameinuðu batteri. Diskópinninn Jón Axel og ég held að hann hafi aldrei skilið í rauninni hvað ég var að gera þarna og á þessum svakalegu launum því ég var sko á ofboðslega háum launum og var bara með morgunútvarp milli 7 og 9. Ég held að ég hef verið sá útvarpsmaður sem hafi verið hæstu launum vegna þess að ég var í rauninni ekki að gera neitt annan eftir að þessi kaup gengi gegn sko. Og hélt samningurinn þá inni? Samningurinn minn hélt inni, já, og Jón spurði mig nú nokkru sem hvað það væri eiginlega sem ég væri að gera. Og var svona einhvern veginn að reyna að finna einhver ný verkefni fyrir mig. En síðan leystist það nú að sjálfa sér í rauninni því mér býðst að taka við sem aðstoðarauglýsingastjóri DVAF. Það var Páll Þorsteinsson sem núna er hjá Toyota. Og var áður á Bylgjunni, upphafsteymi Bylgjunnar og Rásar 2. Hann var auglýsingastjóri og ég verið aðstoðar auglýsingastjóri þar til að Palli fer síðan í það að vera markaðsstjóri og þá var ég auglýsingastjóri DVAF. Hann svona blöðin og fjölmiðlarnir fylgdu mér svolítið. Það svolítið rauðið þráðurinn í þessu öllu fjölmiðla umhverfið. Já, seinna fer ég síðan fyrir DVAF á hausinn frá 2004. Þá fyrir ég aftur yfir á Viðskiptablaðið, þá sem markaðsstjóri og hafði verið svona ráðgjafi fyrir Mokkan varðandi sérblöðu þeirra
og svo gerist það að Morgunblaðið fer svona að reyna að næla í mig og ég var nú tregur til lengi vel að fara þangað. Ég leið bara vel á Viðskiptablaðinu. En aftur að samningnum góða, ég forvitin við þess, hvernig lyktaði því máli? Rann hann út eða samningurinn fór menn í sjómann? Samningurinn minn við útvarpsstofuna. Góði samningurinn. Já, ég sagði upp. Og já, til þess að geta farið yfir og djefa, sagði ég upp. Og ég þótti þetta orðið leiðinlegt að þótt ég var á mjög góðum launum og þá var ég ekki til neitt í vinnu nema bara til 9 á morgna. Eftir það sat ég bara og horfði nánast út loftið á skrifstofunni. Það þótti mér, það bara á ekki við mig, það ger ekki neitt. Og svo fæ ég þetta tilboð, maður taka við djefa og það svona einhvern tímann, ef ég man rétt svona milli jól og nýjárs. Þetta eftir Jónas Kristjánsson? Nei, hann er á djefa þegar ég kem, sko. Og Óli Björn Kárason var þá að gera ritstjóri og þeir að eignast það, menn honum tengdir. Alþingismaður. Já, og hann hafði Sjálfstæðismaður. Já, hann hafði verið ritstjóri á Viðskiptablaðinu og félagi minn þaðan. Þannig að ég hitti Jón Axel Ólafsson vinn okkar á göngunum og segi svona, heyrðu Jón, ég er að segja upp. Og ég man alltaf, hann leitaði mig og sagði, hver leyfði þér það? Og ég var svo hissa á þessari spurningas að ég svaraði hann ekkert heldur bara gekk út. Og og var það endapunktur? Og þannig var það bara endapunktur á því starfi þar, sko. Við áttum svo eftir að vinna aftur saman og nokkrum sinnum við Jón, sko. En þarna endaði það bara mjög snöggt, sko. Já, hver leyfði þér það? Þannig að þú eiginlega sko ferði gegnum hvern miðlinn á fætur öðrum. Já, og svo fer ég sá upp í Mokka einhvern tímann. Ég var auglýsingastjóri Mokkans og auglýsing- og markaðsstjóri Mokkans í mörg ár. Og var tek svo við stöðu sem framkvæmdastjóri mbl.is líka. Hætti svo á Mokkanum 2013. Hvað tók við í kjölfarið því? Já, þá tók alls konar við, sko. Ég var kannski svolítið sko þegar þarna komu sögu að þá mig fyrir að langa að breyta svolítið til. En þú varst aldrei leikstjóri? Ég var aldrei leikstjóri vegna þess að sko kærasta mín þáverandi sem síðan var eiginkona mín og er núna fyrrverandi eiginkona mín. Hún fékk nú frábæra hugmynd að daginn áður við fórum í TOEFL-prófið, enskuprófið til þess að fara út. Ég var komin inn í skóla. Var komin inn í American Film Institute. Vel gert. Já, mjög vel gert. Það virtur skóli. Mjög virtur. Og þá fékk hún þá hugmynd að það væri nú skynsamlegra fyrir okkur að kaupa okkur íbúð heldur en að vera að þvælast á búð. Og ég bara sagði bara, já, veistu að þetta er bara líklega rétt hér. Þannig að við fórum aldrei út, sko. Sérðu eftir því? Nei, ég sé ekkert eftir því. Ég sko, hvaða leikstjóri íslenskur, þú veist, hefur ekki farið á hausinn oftar en 4 sinnum, sko. En það viðtekin venja að íslensku leikstjórum að fara á hausinn. Ég veit það. Nei, ég sé ekkert eftir því. Ég held ég hefði örugglega haft mjög gaman að þessu. En ég bara hef meira gaman að því sem ég er að gera, sko. Og ég er ekkert viss um að ég hefði farið þessa braut sem ég er á í dag, hafi ég farið út í leikstjórn, sko. Ég er ekki viss um það. Nei. Þú litir út eins og ég, alveg staurblankur kvikmyndagerðarmaður. Já, kannski. Og vona að konan þín sem mest. Já, kannski hefði maður enda. En maður á að gera það sem er skemmtilegt. Að sjálfsögðu, og ég bara hef það að markmiði að það á að vera gaman í vinnunni. Og þótt að ég sé svona oft í svona erfiðum málum að þá hef ég gaman af því. Ég hef gaman af slíkri vinnu. En bökkum aðeins í tímalínunni þarna í félagsmiðstöðvarnar. Já. Þar ferð þú að vinna með áfallahjálp. Já, sko, er það rétt gísk hjá mér? Já, sko, ekki beint þá. Það sem að ég var að gera svolítið þá þegar við vorum að vinna í gráðunum, þá var gráðurinn að byggjast mikið upp. Og það var svona eins og í öllum hverfum sem eru í uppbyggingu, þá fylgja því vaxtarverkir og ákveðin vandamál.
og þarna voru nokkri krakkar sem voru svona utangarðs, einhverju voru svona fikta með eiturlyf og aðrir voru að brjótast inn í vinnuskúra og ýmislegt sko. Og einhvern veginn náði ég til þessara krakka, þannig að ég og einn vinnufélagi minn, Siggi Óla, Sigurður Ólafsson, við vorum fengin til að stofna klúbb utan þessa krakkar sem voru hvað erfiðastir. Og við svona þóttust nú vita það að þeir krakkar sem væru erfiðastir, þeir hefðu engan áhuga á því að koma í einhvern klúbb. Þannig að við markaðssettum hann sko. Og það var kannski svona fyrsta Hvað gekk klúbburinn? Sko, klúbburinn hét Rugl og Bull. Og hvorki ég né Siggi höfðum nokkur einasta áhuga á því að vera skipuleggi hvað sko ungmennastarf. Þannig að við vorum bara að gera það sem okkur var skemmtilegt. Og við markaðssettum hann þannig að það kæmi sko ekkert allir inn í þennan klúbb. Það væri bara einstaka aðilar sem kæmust þarna inn og fólk þyrfti bæði að taka próf og svo væri sér valið. Þannig að við gátum bara valið hverju fengi að vera með. Og við völdum þessa krakka sem voru báðum kynjum. Að báðum kynjum. Krakka sem voru kannski svona, ekki endilega sterkust félagslega. Við völdum líka þá krakka sem voru kannski að gæla við vandræðin. Svona gráasvæði. Já, en svo að því við höfum búið til svo mikla mystík utan þetta, þá vildu vinsalu og flottu krakkarnir fá að vera með líka. Þannig að þau komu með líka. Þannig að við byggum hérna til þennan klúbb, Rugl og Bull. Og við til dæmis, við kendum þeim til dæmis að búa til sko samlokum í skinku og osti úr pulsubrauð. Vel gert. Mjög vel gert. Við sprautum menntaskóla árin komið sterk inn. Já, við sprautum úr brunaslöngunni niður göngustíg sem niður allan gráin að kvöldi til og svo fristi það og við rendum okkur niður með svörtum ruslapókum. Einhverjir reyndar handlegsbrotnuðu við það að reyna að lappa upp þennan göngustíg morguninn eftir, á neyðarmóttökunni. Já. En við segjum ekkert frá því. Nei. En þetta var svona og þarna fór maður svona að kynnast þessum krökkum sem voru kannski svona utan garðs einhver leyti. Hvað í þér? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hverju valdur þetta? Ég veit það ekki, kannski valdi þetta mig líka. Svo bara einhvern veginn gerist það að ég fyrir að vinna með þessum krökkum sem eru svona fikta með eiturlyf. Þá var nýkomin lögreglustöð þarna í Gráanum, Árni Þór og félagar. Ég fyrir að vinna eins með þeim að ná til þessara krakka. Síðan var einn vinnufélagi minn sem einhver útjaskaður gamall rockari sem stofnaði mótorsmiðjuna. Jesús minn. Sem var þarna með mótjólaklúbb, sem þá var mótorsmiðja mótjólaklúbbur. Og ég var með svona annan fótinn inn í því á tímabili. Þú veist, það var aldrei snert kúplingu hvað þá meir sko. Vissi ekkert hvað þetta var. En þetta heillaði mig svolítið að vinna með þessum krökkum og það hefur alltaf heillaði mig að sko ýta undir manneskjur sko, byggja upp fólk og svo bara hafa krakkar í kringum mig verið í vandræðum vegna sinna neyslu sem verið kannski innan ættarinnar sem ég hef verið að aðstoða til bestu getu og einhvern veginn bara byrjar þetta allt einhvern veginn svona og svo bara heldur það áfram En þú tengdist þeim? Já. Ég held alltaf að það sé sko, að því ég nú starfa í þessu svolítið, að það þarf að vera sko, hjartalagið þarf að vera þannig að þú tengist þeim sko. Þetta snýst um virðingu sko. Ég veit það ekki. Ég hef enga sögu sjálfur í þessu. Ég veit það ekki. Ég bara einhvern veginn bara þannig gerður ef að fólk þarf aðstoð. Og þá reynir ég til fremsta megni að aðstofa það. En ég veit það líka að það bara ósköp lítið sem ég get gert. Manneskjan sjálf þarf að aðstofa sig og hjálpa sér, stíga upp. En það sem að ég hef svona reynt að svona temja mér að hjálpa fólki á hættur, að sjá það góða í sjálfu sér og eins og ég segi oft við fólk sko að mótvindur sem kemur í fangið þér, þú getur breytt honum í hvað? Þú getur breytt honum í það
hann verður meðvendur í seglinu, hann verður býr í seglinu. Það eina sem þú ert að gera er bara aðeins að snúa, leyfa vindinum ekki fara beint í fangið, þetta er aðeins snúa, setja hann í segli og þá ertu komin með byr, og ertu komin með byr. Nýta þér það. Og ég svona, er rosalega góður að mér finnst í því að leysa vandamál annarra, miklu frekar en mín eigin kannski. Hvernig gengið að leysa því? Svo ég gerist nú nærgöngull. Við minna áhorfendur í sal. Já, sko, ég held að alveg eins og með alla aðra, að þá er náttúrulega koma beygjur í þessu lífi og brekkur. Jú, lífið gerist. Já, og lífið gerist. Og það hefur ýmislegt gengið á í mínu lífi. Ég meina, móðir mín myrt. Samlíkstuð með það. Þakkaði fyrir. Þá er elsta dóttir mín mánaðagömul, þannig að maður svona missir svolítið af hennar sko, fyrstu mánuðum og jafnvel bara ári. Sonur okkar fæðist ári eftir að mamma deyr. Hann var mikið fyrirburi og ofsalega veikur varthjóða líf, þannig að það setur lífið í enn meiri þoku á þessu tímabili. Ég hef mist vinnu og sem var mjög ósanngjarnt að mínu mati og með þeim orðum er þess að það hefur verið ósanngjarnasta uppsögn sem sá forstjóra hefði þurft að standa fyrir og ég fekk aldrei að vita af hverju, það var mjög sárt. Viltu segja okkur hvar það var? Það var á Morgunblaðinu. Mér var sagt þar upp störfum 2013 eftir að farið í gegnum allan þennan ólgur sjó með þeim í hruni og öllu. Alveg hókina reynslu. Við skildum við hjónin, missum síðan húsið okkar fljótlega eftir það skilna. Það var náttúrulega, þetta er svona eftirköst hrunsins. Þannig að Þannig að snúskaflinn kom bara. Já, ég meina síðan á þessu ári sem við erum að skilja að þá deyr blóðmóðir mín, faðir minn deyr, amma mín deyr, föður systir mín deyr og við áttum 3 hundar sem allir drepast líka sko og þetta gerist allt bara á einu ári. Wow. Þannig að mótbyr skilur við, mótvindur, en þú þarft að snúa þessu bara þér í hag. Og það er ekkert alltaf... Brotnaðir ekki? Nei, en ég bognaði og sko, maður mælir styrkleika og stærð einstaklingsins ekki í því hversu oft hann er slegið niður, heldur bara hversu snöggur hann að standa upp. Nákvæmlega. Og stundum er það erfitt og stundum, ég man það alveg á tímabili að þarna var ég sko nýskilinn, ég var atvinnulaus, húsið bara við það að fara og einhvern veginn allt í volli og ég var að reyna að standa mína plikt á öllum sviðum, sérstaklega náttúrulega gagnvart börnunum mínum og ég var að reyna að borga sko af húsinu sem gekk engan veginn, þannig að lögfræðingurinn minn sagði bara hættu því, borgaði bara allt annað og Þetta er í kjölfar hrunsins. Já, í rauninni og það var bara, það var alveg margir dagar þar sem að ég átti varla fyrir mat, fékk lána hjá vinum mínum til þess að gefa börnunum mínum borða og var svo bara upptekinn á meðan þau borðuðu og svo tók ég diskana og setti bara afganginn á einn og borðaði afgang ef einhver afgangur var. Annars bara, borðaði ég ekki, drakk bara kaffi og reykti síku. Hvaða tilfinningar úrsveipanni var í gangi innra með þér á þessu tíma? Það var alls konar, sko. Skömm? Já, manni leið ekkert vel, alls ekki, sko. En aftur, ég vissi það að þetta var ekki einhver endalok. Þetta var, sko, ég var bara á einhverju biðstöð. Sko, ég hef alltaf haft óbilandi trú á sjálfum. Ég veit að ég get gert allt. Og ástæðan fyrir því að ég get gert allt er svo að ég þekki svo marga að ég get alltaf fengið einhvern með mér í að gera þá hluti sem ég kann ekki sjálf. Og þannig hefur það bara þróað svolítið í mínu lífi, svo sem eins og bara með farsóttarhúsin og setja þau upp. Það var ekki til neinn teikning af því hvernig farsóttarhús átt að líta út eða vera. En svona
eftir þetta, veist, það líður hérna einhver tími, það sem ert í alls konar og lífið gerist og góðir og slæmir dagar og allt það. En að því, þessi tímabil líður svo hratt hjá okkur, svo allt í einu blasir Gylfi vinur minn bara á skjánum allra landsmanna, merktur Rauða-krossinum og segja okkur það að við erum alltaf að fara að drepast á COVID. Já, sko. Næstu því. Svo gott sem. Já. Eiginlega alveg. Já, ég var nú meira að reyna að segja fólki að þau myndi ekki drepast úr COVID. Þau færi nú bara eftir því sem var sagt væri við þau, sko. Já. Hvernig kom það til? Sko, það kemur til í rauninni þannig að eftir allt þetta umstang og vesen í kringum mig og mitt líf, sérstaklega eftir að mamma deyr, að þá fer ég einmitt að hugsa þessari áfallahjálp að mér langi að aðstofa aðra. Fékkst þú áfallahjálp? Nei, það var Þú sóttir ekkert svoleiðis? Nei, það var bara ekkert til sem var svoleiðis. Og fljótlega eftir að einhverju kannski ári eftir að mamma deyr, þá deyr skólabróðir minn og ágætisfélagi, Einar Örn, hann var myrtur líka. Og foreldrar hans eru í sjónvarpsviðtali þar sem að þau tala einmitt það að þau fái enga aðstoð. Það sé enginn sem að komi og haldi utan þeim og segja hvernig hlutirnir eru og hvað sé að fara að gerast og ég man að ég hugsa með mér þegar ég sé þetta ég væri frábærið. Ég er búinn að gangi í gegnum þetta. Reynslubolti. Já, ég gæti gert eitthvað en ég gerði það ekki. Ég vissi ekki hvernig ég ætti að bera maður. Og svona lofaði svolítið sjálfum með því ef ég myndi einhvern tímann sjá eitthvað svona og þá ætla ég að fara að læra það. Okay. Nokkrum árum síðar sé ég einmitt þessa auglýsingu að þá er Rauði krossinn að leita eftir fólki í viðbragðshóp sem að meðal annars þyrfti að sinna áfallahjálp og slíkt og ég sé þessu auglýsingu, sækjum í hópnum. Vissur þú eitthvað áfallahjálp? Nei, ekki neitt, bara algjörlega blankó. Og ég fer og til Rauða krossins og ég þurfti að tala við sálfræðing sem að Rauða krossinn var með, Jói og af einhverjum ástæðum og þá hleypaði mér inn í þetta og ég var búinn að vera í þessu bara í einhver, ég veit það ekki, ég held að ég búinn að vera í þessu 10-15 ár og svo þegar COVID kemur upp þá hringja þau og segja, þú vantar okkur sem nógu vitlaus til þess að taka þetta að sér því að á þessum tíma var náttúrulega bara fólk að deyja út allan heim í sjónvarpinu og bara hrynja niður út á götu. Já, þetta var sjokk. Og þau hugsuðu með sér, hver er nógu vitlaus til þess að taka þetta að sér og vera tilbúin að slást. Ég efa samt að þú hugsa það. Ég er vitleysi gæinn sem tekur þetta að sér. Ég veit að En ég verð að spyrja þig áður en við förum alveg inn í COVID-ið og sprauturnar og allt þetta. Að ég meina, þú ert þarna nokkur ár í áfallahjálp. Já. Ábyggilega komið að ýmsu á þeirri leið. Já. En fannst þér aldrei reflekta einhvern veginn inn í þig með þína fortíð? Nei, alls ekki mitt, sko. Þinn sársauka, sko? Alls ekki. Mér fannst einhvern veginn minn lærdómur af því þegar mamma deyr og öllu því sjokki sem að því fylgdi að ég yrði að nýta það til góðs. Fyrir að mamma hafði verið mikið í sko svona mannúðarstarfi, var í hringnum, kvenfélaginu hringnum sem að meðal annars var að byggja barnaspítalann og svona sem áttu nú eftir að koma sér vel þegar sonur minn fæðist seinna. Má ég spyrja, mamma, blóðmamma? Nei. Það er sko mamma og svo blóðmamma. Já. Þannig ég vissi ekki hvora var starf. Nei, þetta var svona mamma sem ól mig upp. Já. Og það var hún sem var myrt, sko. En Ég þóra ekki að spyrja þig út í þenni sem... Nei, það hefur verið dokumenterað, sko, annar staðar. En hún svona kenndi manni það að vera til staðar fyrir fólk. Og pabbi var þannig líka. Að þau voru tilbúin að hjálpa fólki og ég man bara þegar ég barn á Þorláksmessu að þá er pabbi að pakka einn sko tugum jólagjafa handa sko viðskiptavinum sínum, hann var endurskoðandi og hann var bæði að gefa viðskiptavinum sínum og börnunum þeirra jólagjafir
og mamma var að pakka gjöfum sem hún fór með á Bugl sem að þá var nýstofnað því að sko barna- og unglingageðdeildinni og ég var bara látinn taka þátt í þessu með þeim sko og ég man að ég var svolítið öfundsjúkur sko vegna þess að bæði krakkarnir á þessu Bugl og börn viðskiptavina pappa fengu alltaf fleiri gjafir en ég en ég skildi það seinna sko að þetta bara svona voru þau vildu hjálpa öðrum og báðu ekki neitt í staði og það bara svo bara ofboðslega uppbyggjandi og góð tilfinning. Þannig þetta eru félagslega erfðir til þín? Já, ég bara alveg svona upp sko. Ég meina það? Já, ég bara alveg upp. Það er náttúrulega ættleiturinn á þetta heimili að félagslega gefa þetta. Þau gefa þetta og ýmislegt annað sko. Ég man til dæmis bara eftir því þegar ég já sko eins og þú þekkir og kannski þeir sem eru að horfa eða hlusta að svona í kringum 1980 og þar eftir sko þá var mjög litið niður á samkynhneigða karlmenn á homana. Jú. Og þeir bara landir það sem til þeirra sást. En ég man að mamma settist niður með mér og útskýrði fyrir mér að stundum væri ástin þannig að karlmaður elskaði annan karlmann eða kona elskaði aðra konu. Og þá var bróðir vinkonu hennar, hann var samkynhneigður og hún nefndi hann sem dæmi og ég vissi að hann var nú ekki hættulegur maður. Þannig að fyrir mér var það aldrei neitt tiltökumál þótt að maður elskaði mann eða kona elskaði konu eða hvernig sem þetta var. Og fannst alltaf mjög skrítið þetta umtal síðan kannski, þú veist, í skólanum rétt og eða annað sko. Þú veist, það sem verið að tala illa homana eða eitthvað sko. Já, ég náðu þess aldrei sko. Nei, þú veist, ég var alveg bara þannig upp að fólk alls konar, fólk elskar alls konar. Það bara eina ást. Já, og það abbast ekkert upp á mig þótt einhver sé öðruvís en ég sko. Nei, nákvæmlega. Og viljum við ekki öll vera einstök á einhver tátt sko. En mikið djöfull getum við verið hrætt að einhver samkynhneigður einstaklingur út í bæ ruggi norminu mínu. Já, það ekki bara það sko. Við erum bara, mannskepnan svo rosalega hrætt við svo margt. Trúarbrögð gera okkur hrætt. Við erum hrætt við önnur trúarbrögð. Og það ýmislegt sem að sko hræður okkur og sko Við erum með seðlabankastjóra sem hræðir okkur alveg á hverjum degi. Já, ekki mig, ég ekki hrætt það. Ég held að sé að gera sitt besta sko. Ég trúi því. Ég bara borga alltaf meira og meira fyrir matarkörfuna sko. Þú veist, nú ég á leigumarkaði af því að sko eftir að hafa mist húsið mitt þá vonlaust fyrir mig að kaupa húsnæði. Það bara, þú veist, hvernig ætlar að gera það? Þú veist? Maður að safna fleiri milljónum fyrst. Þannig að maður lendir inn á leigumarkaði og maður eiginlega bara fastur þar. Ég að borga 330.000 í leigu á mánuði og það bara stór hluti launa minna sem að fer í það og þannig það bara, ég meina Já, þetta bara svona. Því miður. Það ekki að vera svona, en þetta svona. Þú veist, ég ekki í þeirri stöðu í dag að ég persónulega geti breytt þessu nema þú veist að láta aðeins í mér heyra. Kannski verði ég einhvern tímann í þeirri stöðu að ég geti breytt þessu. Ég veit það ekki. Og ég veit að það ekki tiltölulega flókið að breyta þessu. Við getum gert alveg ofboðslega margt. Við bara gengið í Evrópusambandið og hætti þessu bulli. Já, til dæmis, eða eitthvað annað. Það bara, þú veist, ég tekið það með stóru verkefni og ég veit að það hægt að breyta mörgu mjög hratt ef að viljinn fyrir hendi, sko. Það nákvæmlega þetta, viljinn fyrir hendi. En við fórum aðeins í hliðargötuðu. Já. Þú ert í áfalla teiminu að vinna. Já, tek svo við þessum farsóttar húsum öllum saman. Já, og þú svaraðir geggjuðu auglýsingunni. Já, svaraði þessi, fyrir þessa auglýsingu og þetta var bara, sko, sjálfboðlega. Ég var bara sjálfboðlega í þessu. Já, okay. Og var alltaf í þessu bara með vinnunni, bæði á mokkanum og öðru, sko. Og bara, við vorum bara á vakt í viku í senn og
en þarna náttúrulega kynntist maður því og sem að var þá, að þetta hefur nú breyst sem betur fyrir mikið, en þarna þurftum við stundum að mæta á staði þar sem að atburður hefur gerst, andlát eða slys eða annað, eldsvoðar og það kenndi mér, mótaði mig og gerði mig þá kannski enn betri einstakling hvað margt varðar. Ég er ekki fullkominn frekar en aðrir, bara langt í frá. En þetta kenndi mér ýmislegt sem að ég gat síðan nýtt mér í öðrum störfum, meðal annars í farsóttarhúsum og eins líka þegar ég er ráðinn sem aðgerðarstjóri ríkisins vegna komu flóttafólks. Já, förum aðeins í upphafi á COVID. Já. Þú, sem sagt, þá ertu sjálfboðalið í Rauða krossinum þegar COVID byrjaði. Já. En þú varst svo áberandi þannig gegnum allt COVID-dæmi, ekki starfara sem sjálfboðalið gegnum allt COVID-tímabilið. Nei, þau réðu mig til þess að sjá farsóttarhúsin og þetta átti nú bara að vera 3 mánaða gigg, eins og ég segi stundum. Og ég var eini starfsmaðurinn í farsóttarhúsum. Varstu eini starfsmaður? Ég var eini starfsmaðurinn. Ég var með sjálfboðalega sem betur fer. En annars hefði þetta ekki verið hægt. Ég var með stórkostlega sjálfboðalega frá Rauða krossinum. Sem mættu? Já, en ég þurfti náttúrulega að vera og kenna þeim. Sem þýddi það að ég bjó á hótelinu í farsóttarhúsinu í 3 mánuði, var vakinn og sofinn yfir þessu. Ég hafði mikinn metnað að gera þetta vel. Og við vorum með þegar það rúlluði gegn eitthvað 70 sjálfboðalegar hjá okkur og þeim þurftum við að kenna náttúrulega að fara í sóttvarnagallann og úr sem nú aðalatrið og hvernig við áttu að stytta fólkinu stundirnar sem að hjá okkur var, gestunum okkar og síðan náttúrulega komið alls konar mál, ég meina það voru andlát og slæm veikindi meðal gesta, þannig að það var ýmislegt sem við þurftum að bregðast við og í svona starfi þar sem að þú ert ekki með neitt handrit hvernig hlutirnir eiga að vera. Við þurfum að búa til reglurnar og við þurfum að búa til okkar vinnubrögð og hvernig hlutirnir áttu að vera. Þá var ég bara svo einstaklega heppinn að vera með frábæra sjálfboðalega. Mörg vera urðu síðan starfsmenn þegar við opnuðum alltaf fleiri og fleiri farsóttarhús. Þetta voru út alltaf bæ? Já, við vorum með, ef ég man þetta rétt, ég held við höfum opnað á allt í allt eitthvað 17 stöðum, sem opnuðu og lokuðu og opnuðu aftur og voru, þú veist. Það þurfti eitthvað að manna þetta allt saman? Það þurfti að manna þetta, við vorum með mikinn fjölda starfsmanna, við vorum náttúrulega með eitt hús vorum við með einu sinni sem var eingöngu fyrir fólk sem var svona jaðarhópa, jaðarsetta einstaklinga sem var annarkvort í virkri neyslu eða heimilislausir. Það gekk mjög vel og þar þurfti fólk náttúrulega að fá að neyta sinna efna inni hjá okkur, inn í húsi. Ekki gátu við hleyptum út, þau voru veik, voru með COVID. Þannig að var sköffuðu þið þá bara efnin? Þau þurftu að útvega það sjálf, við aftur á móti tókum á móti þegar að koma í hús og við vorum í góðu samstarfi með fíknigeðdeild Landspítalans og án þeirra hefðu náttúrulega aldrei getað þetta. En þær og þau fóru þá yfir það sem var að fara upp á herbygginn, hvort að skammtarnir væru í lagi. Og eins var fylgst með því að sá sem var að nota að hann væri að gera það rétt. Með hreina sprautur? Já, og eins líka bara, það var eftirfylgnin, þú veist, 20 mínútum, hálftíma seinna, þú veist, hvort allt var í lagi og svo framvegis. Fólki var líka boðið upp á að hætta og fá lyf til þess að hætta sinni neyslu og sumir þáðu það. Okay. Já. Og þessi skaðaminnkandi aðferð sem brilljant. Hún bara virkar og við sáum fullt af fólki hjá okkur sem að hélt sinni neyslu áfram en sá að þegar þau voru komin í öruggt húsnæði fengu í rauninni virðingu að þá vaknaði hjá þeim löngun til þess að hætta eignast einhvers konar líf. Já, og mörg þeirra hættu í kjölfari og bara mér er ofarlega í huga í eitt skipti að þá
þá gerist það fyrir utan eitt af okkar hótelum. Við vorum með ruslagám og í ruslagámnum finnst sofandi maður innan allt COVID-sýkta dótið. Það hefði gleymst að læsa gámnum og þegar það hefði verið að fara að tæma hann, að þá finnst maður þar sofandi ofan í gámnum. Og þarna voru matarafgangar sem hann hefði verið að sækja í. Þessi maður, hann var búinn að vera á götunni í mörg ár, var mjög illa farinn af sinni neyslu. Þegar hann fór frá okkur 14 dögum síðar, þá var búið að útvega honum vinnu og þá var búið að útvega honum húsnæði, en fyrst þyrfti hann að fara í meðferð. Og hann gerði það, hann fór í meðferðina, hann mætti í vinnuna og mætti í íbúðina og hann þar enn. Ennþá. Vel gert. Þetta hægt. Kraftaverkin gerast. Ja, þetta í rauninni ekkert kraftaverk. Vegna þess að, sko, aftur, ef þú sýnir fólki virðingu, ef þú ýtir fólki upp á við, hjálpar því, þá þetta alveg hægt. Og sko, nú ber ég mikla virðingu fyrir SÁA og því starfi sem það en það ekki endilega það rétta fyrir alla. Nei. Og við verðum að vera opin fyrir því að leiðin ekki alltaf streita hett, sko. Stundum þurfum við að taka beygurnar, brekkurnar og allt það. Og sveigi, sko. Og sveigi og það sem hentar einum hentar ekki öðrum. Nákvæmlega. Þannig að nú þurfum við bara að fá neyslurými sem fyrst og vonandi það nú að verða. Fáum við neyslurými þar sem fólk getur verið að neyta þeirra efna sem það að neyta á annað borð í öruggu rými, að þá þetta að vinna með þeim upp á svo margt annað. Heilbrigðismál sem dæmi og fleira, og það eitthvað sem að þarf. Bara ég tek undir hvert orð með þér, þegar ég alveg heilsugar fylgst með þessar umræðu náttúrulega og ekki spurning, þetta leiðin sem við höfum að fara. Þetta leiðin sem við höfum að fara. Alveg, og klappavæða, neysluskammta og allt þetta, veist, og hætta þessu lögguleik, sko. Já, og ég held að séu flestir sammála það. Þetta standar samt í þinginu. Já, ég held að það sé pólitíkin náttúrulega. Það náttúrulega kannski svolítið, fólk kannski ekkert tilbúið að taka þá ábyrgð að leyfa eitthvað slíkt, því að hvað ef síðan eitthvað gerist og við erum alltaf svo hrætt þetta, hvað Já, þess að svo háværa, sko, minnihlutahóparnir verða svo háværa. Já. Sko, ertu þá að segja það sé í lagi að bara barnið mitt sé bara reykja hass undir hús? Nei, það enginn að segja það sé í lagi. Nei, skilur. En við viljum veita því, sko, ef barnið þetta að neyta ólöglegra vímuefna, eða vímuefna bara, þá viljum við allavega búa því eins öruggt skjól og hægt Það það sem við viljum. En síðan eftir þessi farsóttarhús að þá fæ ég hringingu og ég beðið að mæta á fund með ráðuneytum þess að það sé hafi stríð í Úkraínu og þar sem að COVID var nú að líðundur lok að þá hélt ég nú að þetta væri COVID-tengt þess að COVID var landlægt í Úkraínu þegar stríðið brýst út og mæta á okkur Teams-fund tilbúin að ráðleggja ríkisstjórninni hvernig að einangra flóttafólk frá Úkraínu. En þá byrja fundurinn eiginlega á því að ráðuneytisstjórnin það tilkynnt að standi til að ráða mig sem aðgerðarstjóra fyrir þessi aðgerð. Ég hafði ekkert heyrt af því, sko. En bara in your face. Já, þannig að á meðan að ég sit þarna á þessum Teams-fundi þá ég að senda SMS-skilaboð á hann Jón Brynjar hjá Rauða krossinum og hana Heiðu vinkonu mína sem þar líka að segja, heyrðu krakkar, sorry, ég verði eiginlega stökkva frá borðið, það komið nýtt gig og þá tók ég að mér að skipuleggja að koma með flóttafólks til landsins sem að náttúrulega var í sko mun meira mæli heldur en áður hefði þekkst. Og þú veist, kannski á einu stað sambærilegt að mörgu leyti, húsnæði, sengur, matur. Nei. Það það sem allir halda, sko. Þetta var bara ekkert sambærilegt, sko. Nei, segðu okkur. Sko, kerfið hafði náttúrulega verið þannig áður að hingað til lands voru koma kannski, ég held að þegar mest hafði verið 1100 manns einhvert árið, en vanlega voru það svona einhverjir hundruðir. Nú var séð fram á það eru jafnvel einhverjir þúsundir og kerfið var þannig að stofnarnir voru víðsvegar bæinn. Það var fólki gefið sig fram oftast í Keflavík, síðan var það flutt inn í Hafnarfjörð
og þar var það að gista, síðan var útlendingastofnun í Kópavogi, læknisskoðun í Mjóddinni og svo framvegis. Og að því ég svo vitlaus, að þá... Sem hefur komið áður fram í Íslandi. Þá skildi ég þetta kerfi ekki, en þetta þótti mér svolítið flókið. Þannig að ég hugsaði mér, við þurfum að finna einhvern einn stað undir þetta allt saman. Og þegar ég fer að ræða það við eins og Hjördísi hjá lögreglunni sem yfir þessari deild og fleiri, að þá voru þau ekki bara sammála mér, heldur líka það að þá hafði þetta verið eitthvað sem hafði verið í bígerð bara í mörg ár en aldrei orðin eitt úr. Þannig að samin þetta undir einn. Já, samin þetta bara á eitt stað, þar sem það væri bara svona eitt staður sem myndi afgreiða þetta allt saman, sko. Þannig að ég fer að svipast eftir húsnæði og mundi þá að Domus Medica stæði laust og það vildi svo skemmtilega vel til að einn af þeim sem hafði þá var við það að fara að kaupa það hús, ég kannaðist lítilega við hann, hringdi í hann og hann lánaði okkur húsið og við setjum upp þessa móttökumiðstöð fyrir flóttafólk í Domus Medica og þeir eigendur sem eiga Domus Medica, þeir lánuðu ríkinu húsnæðið leigulaust í 6 mánuði. Vel gert. Mjög vel gert og þeir mega nú eiga þakkir skilið fyrir það. En það komu ótrúlega margir af þessu Úkraínu dæmi sem að síðan var náttúrulega bara allt flóttafólk í rauninni. En þá sá maður svo sem eins og í COVID-inu að fólk var tilbúið að aðstofa á allan hátt mögulega og var tilbúið til þess. Það svolítið annað upp á teinum náttúrulega núna virðist manni, varðandi stríðið í Palestínu. Þar sem að svona allt í einu virðast raddirnar vera svolítið hérna heima allavega með eða á móti öðrum aðilanum. Það fólki fara að skipa sér í fylkingar svolítið finnst manni. Hvort þú ert með Úkraínu eða Palestínu? Nei, hvort þú sért með Palestínu eða Ísrael í því stríðinu Já, í Úkraínu þá voru allir með Úkraínu. Jú. Hérna þetta svolítið að skiptast á milli Já, maður sér þetta í báðar áttir. Hins vegar verðum við að líta fram hjá því hver byrjaði hvað. Það skiptir engu máli. Hörmungarnar eiga sér stað. Og það er það sem við erum að stoppa og þessi umræða sem til dæmis núna mannúðarhlé náttúrulega í raun og veru fáránleg hugmynd þess að mannúðarhlé þýðir það er tímabundið og þýðir í rauninu það við ætlum að gefa þér að drekka og við ætlum að gefa þér að borða en svo ætlum við að drepa þér svo springið þið tætlir þannig að þessu stríði þarf bara að ljúka og það þarf bara að gera strax og það er ekki eitthvað sem að þessir aðilar geta gert hvorki Palestínumenn né Ísraelar þarna þarf alþjóðasamfélagið að stíga inn í og þótt fyrr hefði verið Við stígum nú ekki eiginlega inn í þetta Við erum eina fáum þjóðum sem höfum viðurkennt Palestínu Reyndar Já og við verðum að standa upp og passa það að við viðurkennum ekki að Palestína verði jöfnu við jörðu. Við viðurkennum líka rétt Ísraelsmanna að verja sig að sjálfsögðu en enough is enough eins og sagt er eins og sagt er maður er alltaf rétt að verja sig en þegar þú ert farin að hoppa á líkinu hvenær ertu hættur að verja þig? Já, svo er það Svo er það. En aftur að COVID-19, forvitin að vita að við vorum með fólk af svona sem áttu sárt að binda og voru að fá alls konar efni upp á herbyggi. Lét löggan þetta alveg í friði eða voru þeir eitthvað bankast í þetta? Nei. Þetta var bara látið í friði? Já, hvernig á maður nú orða þetta? Það var svona þegjandi samkomulag það að á meðan að ekki væri verið að misbjóða einhverjum eða á meðan að enginn hlyti skaða af og þetta væri undir vökulum augum lækna og hjúkrunarfræðinga og á fíknigeðdeildinni að þá væri þetta látið afskiptalaust. Auðvitað gerðist margt í farsóttrúsum en þessi hópur var kannski sá hópur sem að minnstar áhyggjur þurfti að hafa
það ýmislegt sem gerist þarna sem aldrei hefur komið fram. Ég meina, í einu herberginu var hleypt af byssu og hérna... Já, ok. Já. Og hérna... Allt í gangi. Það var allt í gangi hérna. Einhver hafði sett fyrir framan hótelið gerfi sprengju eða einhverju slíku, þannig að kalla þurfti út sprengjusveit og hérna þannig að það var ýmislegt sem gerðist sko. Þetta var mjög skemmtilegur tími fyrir mig að upplifa, mann sem hefur áhuga á svona krísustjórnun og áfallamálum og svona skipulagi kringum almannavarnir og annað, og var þetta mjög skemmtilegt að upplifa fyrir mig og lærdómsríkt og hjálpaði mér náttúrulega mikið í því starfi sem að ég sinnti svo fyrir ríkið varðandi flóttafólkið. Sástu þetta koma? Að þú færi þessa leið? Alls ekki. Þannig að þetta var eiginlega bara lífið vatt upp og segja þetta gerðist? Já, þetta bara hlutir bara gerast. Ég er aftur á móti sannfærður það að lífið kannski undirbjó mig undir þetta. Reynslu bolti. Já, og lífið kannski beindi mér í þessa átt og ég held að það sé ýmislegt annað sem að ég á eftir að gera sem á eftir að koma upp. Sko, hvort sem það sé tengt einhverju svona málum með öðru, ég veit það ekki. Ég er aftur bara tilbúin að taka þann slag. Þegar hann birtist. Og ég hlakka til þess. Þannig ertu þá ekki lengur, engir úkraínskir flóttamenn að koma til landsins lengur? Jú, þau eru að koma og flóttafólk enn að koma til landsins. Nú bara leit ég svo á að sko, eins og í COVID-19 var ég alltaf ráðin tímabundin og þarna var ég í tímabundin ráðningu og ég leit svo á að mínu hlutverki væri lokið. Við vorum búin að skipuleggja þetta, ég var í þessu í 1 ár. Við vorum búin að skipuleggja þetta, við vorum búin að teikna þessa ferla sem að þurfti til fyrir að fólki kemur til landsins og hvað verður svo það. Verkefnið sem að áður hafði verið varðandi þjónustu við flóttafólk eða hælisleitendur var farin frá Útlendingastofnun yfir til Vinnumálastofnunar. Sá flutningur og það ferli því var lokið og bara komið í góða höfn hjá því góða fólki sem þar er. Þannig að ég leit svo á að ég var búinn með mitt og ég er eitthvað þannig sko að ég þarf ekki að sko vera númer 1 allstaðar og alltaf sko. En þú ábyrgð því? Já, ég meina ég var það ekkert. Nei. Ég meina sko, þú veist, ég var búinn að vera í ég var kannski meira bak við tjöldin áður en COVID kemur og það er ekki ég sem að riðist þarna sjálfviljur eitthvað fram. Ég meina, ég þurfti að svara fjölmiðlum. Þú gerðir það vel, ég var mjög montinn að þér. Já, takk fyrir. Mjög montinn að þér. Takk fyrir það. Og ég var til dæmis kannski þau sem að hafa séð þessa heimildaþætti Stormur sem gerður var COVID-ið. Ég var kannski sá sem að var erfiðastur að fá inn í þá þætti. Nú? Já, sko bara... og það var kannski bara vegna þess að mér þótti kannski ekkert þægileg tilhugsun endilega að vera með myndavélina að elta mig allt sem ég gerði. Ég meina, ég var að gera ýmsa hluti þarna sem að margt sem að náttúrulega sást aldrei í þáttunum, en ég þurfti að fylgja ekki í líkhús og sitja með henni þar ef við látnum eiginmanni og stóð til að mynda það? Nei, það stóð nú aldrei til að mynda það sko. En vitandi það að þetta var hlutir sem ég þyrfti að gera að þá var ég ekkert vissum að ég vildi endilega hafa myndavélina á mér. Nei, skil það. En svoknir Jóhannes KR og þeir sem að stóða og gerðu þetta að þeir gerðu það bara svo vel að ég var hættur að taka eftir þeim. Jóhannes hefur gert fína hluti. Hann hefur gert mjög fína hluti og eins líka fór ég að hugsa þetta þannig að þessir þættir væri bara svo merkileg heimild seinna meir þetta tímabil. Þannig að auðvitað þarf að gera þetta upp. Ég meina, þarna eru hlutir sem að enginn var undirbúinn að takast á við og margt sem að hefði mátt gera öðruvísi. Við lærum að sjálfsögða svona hlutum og allir þeir sem að tóku þátt í þessu eru þess vitandi að næst ef svona gerist sem einhvern tímann mun gerast, hvort sem það verður okkar lífstíð eða ekki,
að þá þurfa þessar heimildir að vera til upp á það að fólk getur sagt við getum lært af þessu en við viljum ekki gera þetta og svo framvegis. Ég ekki endilega maður til þess að segja sko, hvað var rétt og hvað rátt. Ég veit hvað ég myndi gera öðruvísi með farsóttrús í dag. Það bara að því að við vorum alltaf að læra og við breyttum mörgu bara á þessu tímabili. Og ýmislegt myndi ég gera öðruvísi. En það bara vegna þess að þannig ég vil alltaf gera betur. Ég vil alltaf ná meiri árangri í dag en í gær. Og ég vil að fólki sem ég vinn með nái árangri og ég vil helst að þegar verkefninu sé lokið að þá fari það og stigi upp og skilji vel við. Já, og geri bara enn betur annars staðar. Ég gleðst þegar samverkamenn mínir ná árangri í starfi eða í lífinu. Ég ekki í samkeppni við þau. Ég bara í samkeppni við sjálfan mig. Vel gert. En ein spurning. Rússland versus Úkraína. Já. Það skiptist líka í svona lið eins og Palestína, Ísrael. En svo kom annar hliðafaktor sem er orðin bara allt svakalega hávær. Það antisprautulið. Já. Fældist þú inn í þetta? Þú ert að tala bólusetningarna. Já. Fældist þú inn í þessa umræðu? Já, sko, jú, þetta náttúrulega hefur þessi umræða, hún hefur ekkert farið fram hjá mér frekar en öðrum held ég. Ég meina, og sko, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að fólk bara gera þau upp við sjálft sig hvort að það fari í bólusetningu eða ekki. Sko, þegar svínaflensan kom á sínum tíma, þá fór ég í bólusetningu. Ég fór í bólusetninguna þegar það kom fyrir COVID-ið og það var nú uppalega þannig að starfsfólk farsóttrúsa átti ekki að fá bólusetningu á sama tíma og aðrir framlínu aðilar og við hjá Rauða krossinum börðust mikið fyrir því að koma okkar starfsfólki að þess að við vorum það fólk sem að hitti flesta COVID-sjúklinga. Það bara, ég fullyrði það og veit, það voru flestir COVID-sjúklingar voru hjá okkur. Veikasta fólki var að sjálfsögða á spítala. En mjög margir sem voru hjá okkur enduðu þar. Þannig að hjá okkur vorum 17.000 aðilar sýktir af COVID. 17.000? Já, og það er ekki fyrr en að við erum búin að reka farsóttrús í held í 2,5 ára fyrsti starfsmaður farsóttrúsa fær COVID. Og það var utan vinnu sem viðkomandi smittast. Snillingar? Það smittaðist engin starfsmaður í vinnunni hjá okkur. Vel gert. Já, mjög. Vel gert. Þú bara standaði svo hitt, ánægði með þig. Þetta ekki bara ég. Jú, þetta er þú. Alls ekki. En ég langar að spyrja því sé á klukkan, sko, við erum búin að bladra okkur í tómafælu. Ekki í tómafælu, það er mjög skemmtilegt. Þú voru bara að vera duglegur að klippa þetta. Nei, ekkert klippt. Þetta er bara óritskoða. Hvar ertu í dag og hvað er planið? Í dag ég hjá Rauða krossinum og teymistjóri fyrir fjáröflun og kynningarsvið. Þannig að fjáraflar Rauða krossins eru svolítið á mínum herðum og allt kynningarstarf og með mér starfa tveir einstaklingar, Oddur og Nadja, sem ég hef verið mjög heppinn að kynnast og starfa með. Þetta eru krakkar, ég segi krakkar að þau eru yngri ég. Við erum á þeim aldri, við getum kallað aldri. Já, reyndar sko. Starfsmannastjórinn hjá Rauða krossinum alltaf að skamma mig, að ég kalla alltaf alla krakka í kringum mig. En finnst ég vera að tala niður til fólk sem alls ekki sko. Nei. Nema hvað að við þrjú berum þetta á öxlunum, kynningarstarfið og fjáröflunarstarfið. Og ekki tímabundið. Það var eftir ljós. Ég sko var ráðinn til þess að sjá fjáraflanirnar. Síðan fór yfirmaður minn í leyfi og ég að leysa af. Hvað verður veit ég ekki. Kannski verð ég í svo áfram, kannski tekur eitthvað annað við. Maður sko eftir ég hætti á mokkana þá hef ég bara verið kallaður til í hitt og þetta og eins og eitt sagði við mig þegar allt komið í klessu þá var svo gott að geta hringt í þig. Og þá kem ég inn og leysi vandamál og ég kannski farin út nokkrum dögum síðar, nokkrum vikum síðar, nokkrum mánuðum síðar.
Ég aftur á móti komin kannski sko á það þroskasti í lífuna. Það var sko fínt að mæta alltaf á sama staðinn en það togar endalaust í mig að vera í einhverjum hasar. Sko ef það fer að gjósa núna hjá Grindavík, sem við vonum að sjálfsögða verði ekki á þeim stað sem að kvika að læðast upp. Þú sagði við mig fyrir upptöku að þú þyrftir að hafa símaðinn sem sagt í sjónfæri ef eitthvað. Hvað þetta ef eitthvað? Það þá það að ef þyrfti að rýma í Grindavík eða Svartsengi, þar maður Bláa lóninu, þá þurfum við Rauði krossinn að bregðast við. Við höfum okkar fulltrúa í algjörastjórn almannavarna og við þyrftum þá að hugsanlega að opna fjöldahjálparstöð sem að myndi rýma þennan fjölda. Við erum undir það búin. Í alvöru, er plan fyrir það? Já. Öll Grindavík fari bara? Já, að sjálfsögðu. Og það er eitthvað sem að almannavarnakerfið okkar þarf alltaf að vera undirbúið. Það þarf alltaf að vera undirbúið undir það versta. Síðan þegar eitthvað gerist þá er það oftast allt öðruvísi heldur en undirbúningurinn segir til en í undirbúningunum eru punktar sem hægt að styðja sig við. Hjá almannavörnum er til plan það hvað gerist ef það kemur óþekkt loftfar úr geimnum. Nei, í alvöru? Það er til. UFO? Já, það er til. Það verður að vera til. Já, þegar þú segir það, það verður að vera til. Maður að búast í UFO. Já. En ég meina að það er svona pælingar í gangi, Bláfjöll, gosið, þú veist. Nei, þau eru ekkert að fara að gjósa. Þau eru köld, er það ekki? Nei, ekki segir kona mín, Dr. Wolfram, jarðvísinda. Ok, ég held að Bláfjöllin verður köld, en það getur gosið víða og ég meina auðvitað er náttúrulega svæði eins og Katla, ég meina við þurfum að vera undir það búin og það eru til áætlanir varðandi það, ef þarf að koma til rýmingar víða land, þá er það til sem betur fer, vegna sem við höfum þurft að grípa til þeirra og við sjáum nú til dæmis núna með auknu hitastigi að þá eru aurskriður farnar að vera algengari og það er vegna þess að frost í jörðu er bara farið og þá verður bara bleita í jarðvegi sem að losnar og hann bara skríður fram. Við þurfum að eiga þær áætlanir þá til líka, hvernig við bregðumst við ef að þarf að rýma sumrið til eða vetrið til og hvert verður farið með fólk og hvernig ætlum við að gera þetta og þetta eigum við allt til. Og núna undanfarið erum við búin að vera að fara yfir þessar áætlanir, hvað okkur varðar, hvað Rauða krossinn varðar. Við vitum hvar við getum opnað fjöldahjálparstöðvar ef á þarf að halda. Við eigum búnaðinn sem þarf til þess. Við höfum verið að safna því á okkur undanförnum árum og við höfum verið að þjálfa fólkið okkar upp í að sinna þessu, hvort sem er í fjöldahjálparstöðinni sjálfri eða sitja við síma og taka niður upplýsingar hvert fólk er farið af heimili sínu. Þannig að við erum alltaf tilbúin. Þannig bara virkar Rauði krossinn á Íslandi. Við erum tilbúin þegar þjóðin þarf á okkur að halda. Þá erum við tilbúin og þetta er það sem við æfum alltaf. Við erum í neyðarvörnum hér innanlands. Við erum að sinna ákveðnu félagsstarfi fyrir hælisleitendur og flóttafólk. Við erum ekki með málsvarastarfið fyrir flóttamenn eins og var áður. Við vorum fullt af lögfræðingum, það er ekki. Það kom yfir á Útlendingastofnun? Nei, það er bara lögfræðingar bara út í bæ. Nei, það er bara lögfræðingar út í bæ sem að sinna því. Það var bara ákveðið verkefni sem að Rauði krossinn var beðinn að taka að sér á sínum tíma. Rauði krossinn er að vera 100 ára næsta ári og sú saga er samofið þjóðinni. Rauði krossinn á alla sjúkrabíla landsins sem dæmi og rekur þá, Já, pældi því. Þetta vill gleymast í umræðin. Já, það er margt sem að Rauði krossinn hefur, er svona eins og rauður þráður í gegnum sögu þjóðar. Bæði sjúkrabílarnir, Rauði krossinn náttúrulega stofnaði blóðbankann á sínum tíma. Ein Rauði krossdeildin var með bað, af því að það var ekkert heitt vatn á svæðinu, það sem þetta var, minni mig, þannig að þeir ráku bara bað, þannig að fólk að baða sig.
og Rauða kross-deildirnar land allt eru stofnar í raun til þess að safna fyrir sjúkrabílunum og þannig að það ýmislegt sem að Rauði krossinn hefur gert fyrir þjóðina og mun halda áfram að gera fyrir þjóðina og við erum tilbúin þegar kallið kemur að þá sinnum við því að taka utan á fólk, veita því fæði, klæði og húsnæði. Við erum með frábæra aðalega hjá Landsbjörgu sem sjáum að leita fólki og sinna slösuðum og slíkt. Við sinnum meira sálinni hjá fólki og veitum þetta skjól og undir það erum við tilbúin. Bara brilljant. Ástæðan fyrir kannski opnað áðan var það með eldgosin að sagan hefur sýnt okkur það að við getum hægnilega orðið flóttafólk í öðru landi. Þannig að þess frekar ættum við að taka vel á móti fólki. Við getum hægnilega út af náttúruhamförum. Og höfum verið það sko. Já, þurfti að yfirgefa klakan. Þannig að það alveg möguleiki í stöðinni, þannig að við erum elskulegu útlendingana. Vestmannaeyingarnir þurftu nú að flýja og við náðum að hýsa þá allan sólarhring og 1/3 þjóðarinnar flúði sko við síðasta Kötlugos, þá flúði 1/3 þjóðarinnar héðan og fór vestur haf. Ákveðnir trúarhópar hér, mormónar sem dæmi þurftu að flýja Ísland en það urðu fyrir bara aðkasti og þannig að sko flóttafólk hefur komið héðan tugir þúsunda flutt af landi brott eftir hrun sem að kölluðu sig fá sko, hvað var það? Fjármálaflóttamenn eða eitthvað slíkt, ég má það ekki. Já, og sko flóttafólki sem hingað kemur ekki vandamál. Þau eru ekki að sko, maður heyrir það stundum að innviðir sé að bresta út af komu flóttafólks. Það alls ekki þannig. Í fyrra komu 4.500 hælisleitendur til landsins. Það komu 17.000 manns sem fluttu hingað vegna vinnu. 17.000. Það komu 2 milljónir ferðamanna. Ef að þessar 2 milljónir ferðamanna þurfa læknisþjónustu og þessir 17.000 sem að flutti hingað vegna starfa sinna sem að flutti hingað þurfa læknisþjónustu. Það fer allt á hliðina. Það fer allt á hliðina. Flóttamenn sem eru 4.500 ekki að setja innviði landsins á hliðina. Síður en svo. Það ýmislegt annað sem að setja innviði þjóðarinnar á hliðina og sem dæmi að þegar að útlendingur kemur hingað, ferðamaður, þessar 2,2 milljónir, ef hann vantar lyf, þá var hann 2 staði til að fara í rauninni og bráðamóttakan númer 1. Að við séum að senda útlendinga í stóru stílinn á bráðamóttöku til þess að endurnýja lyfin sín náttúrulega galið fyrir bráðamóttöku sem ræður ekki við hvaða ástand sem í dag. Það ýmislegt svona sem að við þurfum náttúrulega að laga og öll þessi skemmtiferðaskip sem hingað koma og þurfa á læknisþjónustu og svo framvegis, þau fara flest hverjum niður á bráðamóttöku sem að ræður ekki við ástand nú þegar. Það ekki flóttafólk sem að brjóta innviði landsins. Það svo miklu meira og annað en það. Þetta fær svona pínu rasískan blæ þessi umræða eitthvað. Já, það bara svo auðvelt að benda á þau. Það nú bara þess vegna. Þau hafa engan til þess að svara fyrir sig. Nákvæmlega. Gylfi, við erum búin að sprengja öll tímörk og háttvirtur tæknistjóri fann að senda mér illa augað og við þurfum að rappa þessu upp. Þannig að Rauði krossinn miklu meira heldur en bara rauð flíspeysa. Já. Miklu meira það, sko. Og eins og ég segi, við sinnum öllu sem að kemur mannlífinu við. Gylfi, snillingur. En eitt, bara alveg að lokum, þannig að það ekkert plan að bara lífið á gerist. Það ekkert planað en bara hafa gaman og þakka fyrir hvern dag sem að sko ég heilbrigður og börnin mín eru heilbrigð og þá ég sáttur sko. Ég þarf ekkert mikið meira. Þú lítur bara rosalega vel út og fallegur maður og skáli búðinu. Takk fyrir að koma, Gylfi, og takk fyrir að bjóða. Spjalla við mig. Þið sem eru að horfa, þið getið sent okkur mail á tyra10.is ef vilja rífast yfir Gylfa eða mér eða tæknimönnum okkar. En það bara velkomið. En við þakkum fyrir
í þetta sinn og sjáumst í næstu viku.